Já, verið þið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að hefjast leikur ungmennaliða KA og Gróttu í annar deild karla í handbolta. Fáum vonandi áhugaverðan og skemmtilega leik. Þessi er allavega tvö lið sem eru í toppbaráttunni í deildinni og ungmennalið KA heldur betur með skemmtilega viðbót hér í dag. Heimir Örn Árnason dregur fram skóna að 9 og mun leika með KA-liðinu í dag. Það verður áhugað að sjá standið á karlinum. Hann er ótrúlegur karlinn, duglegur á öllum vígstöðum og gaman að sjá að mæta hann aftur sem leikmann hér í handboltanum. En annars á hefur KA-liðið áttu flottan vetur til þessa. Aðeins tapa 3 leikjum, Grótta hins vegar tapa 5, þannig að það er svo sem stutt á milli ef að Grótta sækir 2 stig hér í dag. Ungmennaliðið hjá KA hins vegar vel mannað í dag. Bruno Bernat í markinu, Skarpi, Halli Bolli og Ísak sem hafa verið að spila með meistaraflokki. Þeir eru allir klárir í slaginn í dag og eins og segi, vonandi fáum við bara skemmtilegan leik hérna. Já, ætti að fara að staða. Það eru gestirnir í Gróttu sem að byrja leikinn og sjáum að KA-liðið byrjar í hefðbundinni 6-0 vörn og já, Heimir fyrir beint í byrjunarliðið. Það er gaman að því. Veitum ekki hversu mikið hann er búinn að æfa kallinn, en ef einhverjum handbolta við þá er það hann. Og hér er Skarpi með flotta stöðun. Kemur þetta skoti og það endar í netinu. Fyrsta markið er komið og var þetta ekki hann Þorsteinn Sæmundsson sem gerði það, mér syndist það. Kemur Gróttunni hér í 1-0. Og þá kemur KA í sína fyrstu sókn. Kemur Ísak Óli, flott hreyfing hjá honum, losnar hann og brotið á honum. Já, Ísak búinn að vera í hóp hjá meistaraflokki að undanförnu og er búinn að taka virkilega flottum framförum í vetur. Og kemur þetta boltan á Dag Árnason og svo brotið á Skarpa. En já, eins og það er gaman að þeir feðgar, Dagur og Heimir Örn, eru báðir að spila hér í dag. Dagur Árni Heimisson, nýlega orðið bikarmeistari með KA, kemur með þetta skot og þetta endar í innkasti sem KA hendur boltanum. Já, Dagur Árni nýlega orðið bikarmeistari með fjórflokki KA. Það sem einmitt Heimir er að þjálfa ásamt Stefáni Árnarsinni sem er að þjálfa hér ungmennaliðið ásamt honum Guðliði Arnarsinni. Kemur Ísak inn á línuna, finnur hérna Harald Bolla og Halli skorar fyrsta mark KA. Jafnar þetta í 1-1. Sóknin var svo sem ekki búið að vera sérstaklega góð hjá okkur, en eftir töluverðan tíma endar það með boltanum í markinu og KA jafnar hér í 1-1, 3 mínútur rétt tæpar á klukkunni og aðeins önnur sótt Gróttu hér. Það missaði boltan. Heimir kemur þetta með strákunum í seinni inn á línuna og Hallaboll og Halli. Það fríkast eðina, ekki að snúa. Guldspjald á loft og á skipta þeir feðgar.
Dagur Árni kemur hér inn. Já. Kemur Skarpi, kemur ekki út á mótunum en hann ákveður að losa boltan, þannig að það alveg getur að fara bara upp í skotið. Kemur hann aftur og núna skýtur hann en það var kannski ekki alveg gott færið eins og áðan. Og Ísak stelur sem bolta, brunnið tilbaka og kemst inn í sendinguna, vel gert hjá honum. Og aftur koma strákarnir hérna í sóknina. Fer rólega af stað þessi leikur, ekki sérstaklega hátt tempó. Ísak finnur Halla en Hallin er ekki valda bolta. Boltinn fram hérna, Grótta í setjumyrkinni og galoppa sem það hjarta varnarinnar og aftur er það Þorsteinn sem skorar. Kemur Gróttu í 2-1 hérna. Skarpi brotið á honum, hóðlega 3 Gróttumenn sem skiptist á að brota á honum hana. Það kemur Ísak inn á miðjuna, Skarpi í skyttuna. Skarpi er nótt á horni en Kávalið fær hornkast hérna. Góð boltinn á Dag. Ég segi þetta svona fullhægt og höndi kominu upp, kemur Skarpi inn á línuna og Harald Bolli skorar. Já, Halli kom með bæði mörkin hér hjá Káliðinu og sama saga hinum megin, þar er Þorsteinn Sæmundsson búinn að skora bæði mörkin á Gróttunni. En eins og segi, þetta er svona að það fer full rólega stað hérna hjá okkur. Já, fín vörn á Halla. Það er hotnið en næri ekki valda bolta og því færi forgörðum, höndi komin upp núna. Halli með flotta stöðun hérna. Já. Þá kemur þetta var virkilega vel skotið, en er það Þorsteinn sem er að skora fyrir Gróttuna. Skotið upp úr engu, stöngin inn. Ja, kemur leysingi frá Jónsteini og Ísak, við erum ekki nógu góðu flotabolt. Það kemur Skarpi með geggjaða hreyfingu og sækir vítakastið. Það gerir Skarpi virkilega vel. Flott hraðabreyting og sér hérna smá glufu, keyrir á hana og sækir vítið. Og Skarpiðin Ívar á punktinum. Fristar sig hérna metin í 3-3 og gerir það að sjálfsögðu. Og áfram jafnt á öllum tölum hérna. Kemur, við ná að stoppa hann. Kári hvar hann hann undir honum Ísak, en eins og segi, þetta er svona, þetta er full máttlaust eitthvað, sóttanleikurinn hjá báðu liðum. Kári lendir í Jónsteini, já, flott vörn Jónsteinn og
Þeir eru að vera hálf festu saman hann þeir félagar. En áfram með smjörið. Gulurspjaldi komið Gróttu megin, það ekki það komið á Káa-liði. Fín hávörð hjá Halla hann á Jónsteinn nær lausa boltanum og Káa getur náð fórustun hér í fyrsta skipti í leiknum. Skarpi á Heimi og Ísak, nei, engin opnun og á róðu þetta. Eða hvað? Nei, Ísak með slaka sendingu og Gróttumennina á hraðaleipinu og þetta klárar hann virkilega vel. Ólafur Árnason kominn á blað og Grótta áfram með frumkvæðið. 4-3 hérna. Fín bolti inn á línuna og Halli Björli, hann er að skora sitt þriðja mark hérna. Frábær leikur hjá Halla. Já, og Ísak, en er hann að finna menn hérna. Flottu leikur í honum og Halli eins og segja að gera mjög vel. Jæja, kemur Skarpi hérna og Ísak með flotta hreyfingu í gegn og varið frá honum. Gróttan er boltanum og aukakast. Einnig með magnaða vörn hérna og hvað rendar þetta? Höndin uppi, þetta skot, það sem svo að steinliggur og Grótta leiðir hérna 4-5. Maður reyna að laga hérna. Höndum í smá vesinni með grafíkinni hjá okkur en það er að komast í lag hérna. Kemur Ísak, flott hreyfing hjá honum og brot hjá honum endanum. Kemur Ísak aftur, losar hann en Dagur missir þennan út af. Og gestirnir hér með boltan. Markið yfir. Búið að fara jafnt á öllum tölum til þessa. Geta hérna ná 2 marka forystu. Missaði fyrir boltan hérna, Heimi boltan fram, Jónsteinn. Hann hlýtur að skora þessu, nei, frábær varsla. Já, Daniel í markinu með risa vörslu hérna í hraðaleipinu. Saman tíma Jónsteinn skaut eiginlega bara beint á markið. Þetta að gera betur hérna, með allan tíman í heiminum hérna. En skítur skeður. Kemur þetta skot á gólfinu, steinleikur frábærlega skotið hérna og hvað er þetta ekki fyrsta markið á honum Kára Kvaran. Kemur Gróttu í 6-4.
Dagur niður í hornið og dæmdur ruðningur á Dag. Já, slæmur kafli á KA-liðinu núna. Grótta getur skyndilega náð 3 marka forystu. Já, broti hérna á honum Þorsteini. Sjáum hvað gestinni gera hér. Þorsteinn búið að vera þeirra helsta ógn, kemur þetta með skot, broti á honum, þá kemur gulaspjaldið. Gulaspjaldið á Aron Orra. Það er nýsótt fyrir gestina, en ég sagði að segja þetta gulaspjaldið hálf þýðingar lítið. Kemur allt galopið hérna og þetta er vítakast, hann er lentur hérna. En Kári Kvaran sækir vítakast og getur Grótta hann á 3 marka forystu og mér sýnist að vera hann Ari Eiríksson sem fer að punktinn. Hvað gerir hann? Hann skorar. Kemur Gróttu í 7-4, 3 mörk í röð á gestunum og spurning hvort að Káli þurfi ekki að gera einhverjar aðeins smá breytingar. Það 4 mörk á fyrsta korterinu er of lítið og svo að markaþurfin er að nálgast 6 mínútur. Gefur innlýsing frá Jónsteini, skarpt með pláss og skotið þess að varið endar. Halli nærlega ekki valda bolta, kemur hraðalega pinnum meginn og hann skorar úr því. Hann Ari, það minnst eins og ekki alveg kvitnað á KA-liðinu og þetta gerir Dagur Árni Heimisson gjörsamlega upp á eigin spýtur, frábærlega gert hjá honum, keyrir á þetta og sækir víti og 2. Hvergi banginn drengurinn fær að spila í númer 13 sem pappan spilaði nú jafnan í. Skarpi á punktinum að skora áðan en aftur er Daniel að verja glæsilega. Hann er komið með 3 eða 4 vörslur. Á sama tíma man ég ekki eftir bolta hjá Bruno. Og markaþurr KA heldur því áfram. Gróttumenn vissulega núna manni færri en fá aukamannsóttina en að markið er tómt hjá þeim. Kemur innleysingin hérna og á hann kom Bruno. Það er einhver að skipta á Gróttunni. Allt og seinir og það enda með marki hjá Jónsteini. Sendingin allavega völlum frá Bruno og Jónstein skorar. Þau voru ekki eins og byrja að reyna að ná skiptingunni í Gróttu með, það var eitthvað mikið klikkjaðum hérna. En þeir ákveða samt engu að síður að halda áfram með aukamannsókninni. Gengur kannski aðeins Pétur hefur núna að skipta. Þetta var mikilvægt að ná í markinu. Ég segi KA-liðið tapað 3 leikjum í vetur og gert 1 jafntefli, Grótta tapað 5. Það er lítið að milli þessar lið og hann er Bruno að verja aftur. Já. Aftur er í vandræði með skiptingarnar og Jónsteinn skorar. Þetta er klaufalegt hjá Gróttunni. Eins vel og meistaraflokkurinn spilar þetta að hafa aukamann í sókninni, þá er ungmennilegið að gera allavega hér í upphafi leiks mjög klaufalega mistök með aukamanninn. Og munurinn skyndilega aftur 2 mörk, þurfa að halda áfram. Fínu vörn hjá Hilmari.
Komið hérna í hjarta varnarinnar og nær aftur flottir í stöðun. Þetta er hann að gera mjög vel. Heimir svo að sjá línuna. Þorsteinn býst í pláss en á síðustundu kemur hjálpavörnin núna á klukkan. Höndin uppi núna og kemur þetta skot frá Þorsteini og tveggja minna brottvísun að auki. Já, Skarpi út af í 2 og Káa núna manni færri í 2 mínútur. Við förum að í sama leik vera með markið autt. Og þá mætir Elvar nokkur Halldórsson inn í hægri skiptuna. Hann átti heldur betur skemmtilega innkomu í síðasta leik hjá okkur. Hefur engu gleymt kallinn. Skiptir Jónsteinn og boltinn á línuna og Halli með fínt færi en varði frá honum. Hann vill fá eitthvað hérna á línunni en ég held að það hafi verið svo sem bara típist. Og dæmt víti og 2 hérna. Elvar Halldórsson vill meina að hann sé komin í stöðu en svona með hvernig línan er í dag í boltanum þá ég lítið þetta að segja við þessu og hvað er Haraldur Bolli að fá 2 mínútur einnig. Sýnist það já að Haraldur Bolli Heimisson sé fá 2 mínútur fyrir kjaft, þannig að Káa með 3 brottvísanir núna. Þetta sér maður ekki oft. Það er eins gott að Káa-tíu grafíkinn sé hugsuð fyrir 3 brottvísunum á sama lið á sama tíma. Og hann skorar upp á punktinum. Hann Ari kemur Gróttunni í 4 mörk á ný og Káa-lið er með 3 í brottvísun. Því það við tökum að sjálfsögðu aukamann í sóknina en þá við náum við 4 og 6 hérna. Þetta er áhugavert. Kemur Dagur. Ísak, nú þarf einhver að sækja fríkastinn. Já, Ísak gerir það. Bara ná að tefja eins og við getum. Þetta verður bras. Jónsteinn, menn þurfa eins og var að sækja á vörnina. Ísak við það komast í gegn þarna, brottið á honum. Líklega stutt í höndina. Já, ekki við það. Ísak, brottið á honum. Við meðum eiga það strafnir, búin að ná að geta ansi mikið tíma hérna að brottvísuninni. Kemur Ísak með skot upp úr engu og það er varið. Það ná skiptingunni. Og Káa-lið núna með komið með fyrstu brottvísunina. Já, fyrstu, ekki fyrri. Það er ennþá 2 eftir. Slök sending hérna. Þetta er dýrt svona mörgum mönnum fleiri hjá Gróttunni. Kemur í sóknina. Styttist svo mjög að vera með fullskipa lið. Liðum að kefla bara ótrúlega vel. 0-0 ef vítið er tekið frá. Kemur Skarpi í gegn og sækir vítið.
Býttu nú hann flautaði klálega vítakast. Já, rittaraborðið setti sem sé brottinu hans Harald Bolla inn eftir á því það var ekki pláss fyrir nummer 2 á klukkunni í salnum. Fyrir vikið einhver smá reykjastefna en þetta alveg skýrt, KA-liðið búið að klára sína brottisjónir. En byrju þeir verið að hættir við að dæma vítið, finnst mér furðulegu dómur. Já, þetta svona furðuleg lína hérna, eins og það erum að gleyma í dómararnir, þeir gáðu 2 mínútur á sama tíma hérna. Og svo hérna var klálega að flauta vítakast þarna á hann, en það var bakka út úr því. En hvað það, áfram með smjörið? Kemur Dagur á Skarpa hérna. Dagur með mikið pláss, hann setur tilbaka Skarpa, Skarpi á Ísak hérna, höndin uppi. Dagur fyrir upp með skotið, það varið. Já, Daniel í marki gestana heldur betur eiga flottan leik. Og áfram 4 marka munur sjá, það er markað fyrir báðu megin núna. Keyrir á þetta og skotið framhjá, þetta var vel gert þarna. Fyrir þetta skotið hjá honum Ara Kjaran. Nei, fyrir ekki Kára, Kári Kvaran kemur. Þetta er ljótt að sjá, Káli búið að taka leikli. En ég trúi ekki öðrun að verði refsaður þetta, er þetta langt aftan í degi hérna sem að er rifin hérna tilbaka. Hvað ætla þeir að gera í þessu dómararnir hér í dag? Þeir eru eitthvað, ég trúi nú ekki að menn sleppi með svona brot. Hljóta að vera tveggjandi brottisinn fyrir þetta, ég bara trúi ekki öðru. Þeir eru já, aðeins búin að fá húsið á móti sig núna með síðustu dómum. En sjáum hvað gera eftir leiklið. Mér sýnist þér eftir að sleppa þessu. Nei, þetta kom þetta. Tveggjandi brottisinn, það hlaut að vera, gat ekki hann að verið. Og KA-liðið núna mannið fleiri. Ekki búið að skora núna í að vera 6 mínútur aftur. Boltinn er á línuna og Haraldur Bolli, en er hann að verja í markinu. Já, hérna hér. Má alveg segja það að við séum að fá fínu færi, en það vantar bara að nýta þið betur. Og
Gróttumenn hér í sókn með aukamann í sókninni. Spurning hvort einhver hafi vitað því að taka skiptinguna. Kári keyrir á þetta, Dagur að stoppa hann. Já, fram með þetta. Þorsteinn hérna undir í skarpa, losa boltann hins vegar og þetta er fín hreyfing hérna en á síðustundu er Hilmar að ná stöðuninni. Höndin uppi. Og Þorsteinn skorar. Heldur áfram að fara fyrir sóknarleik gestanna og munurinn skyndilega 5 mörk hérna. Boltinn í hornið, Jónsteinn í gegn og já, klárar þetta vel, setur hann undir Daniel í markinu og næra hérna loksins að höggva á hnútinn. En Grótta að lifa hann að kapla vel af manni færri. En þessir löngu kaplar hjá okkur sem við náðum ekki að skora mark eru bara einfaldlega allt og dýrir. Þarna liður rúmlega 7,5 mínútur frá því við skoruðum. Já, Ísak næra blokka þarna á hann Ari kemur bara aftur, lendir hann á Skarpa, Skarpi fara eitthvað högg þarna. Kemur Ari með gott skot á gólfinu og það steinleikur. Já, munar svolítið það. Markvarsarnir heldur betur gestana. Bruno ekki alveg búinn að finna sér til þessa. Skarpi upp og þetta gerir hann vel. Stekkur hátt og kemur boltanum hann út í fjærsningina. Lausbolti að jók þeir enda á að flauta hana. Það sé rétt brot þarna á Patrik á línunni. Og opnaði hann á horni, þetta er svolítið þröngt og skotið er framhjá frá Þorsteini. Já, þetta stökka betur út í teginu og ætla að gera eitthvað úr þessu. Kemur Ísak með plás á miðunni og þessi hendar einhvern veginn í netinu. Fyrirlega af Daniel og í markið og 2 mörk í rauða KA-liðinu, 9-12 núna, 3 mínútur rétt rúmar eftir af fyrri hálfleik. Það væri sterkt að ná að laga stöðuna aðeins hérna fyrir hlé. En vissulega Gróttan verið betri aðilinn hér í fyrri hálfleiknum. Og það endar hérna allt í markinu hérna. Ari Eiríksson með þetta mark og svo tökum við hraða miðju og Ísak á fljótar refsa. Það var vel gert. Klárt mál að við þurfum að reyna að keyra þessu upp hraðan. Þessi leikur búinn að var sérstaklega upp á spilinu, það voru rosalega rólegar og bæði lið spiluðu mjög hægan og eiginlega bara hálf leiðilega handbolta. En þetta er alltaf að koma til. Alltaf að koma til og
Ja, Bruno verð hennan, boltinn fram hérna á Jónstein og Jónstein nær þessum og skorar, já. Já, allt annað núna þegar við fann að keyra eins upp hraðan, ná að refsa og þá taka gestirnir leikhlé. Munurinn komið niður í 2 mörk eftir ekkert langt síðan hann munnaði 5 mörkum á liðanum. Og en rúm 1,5 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Strákarnir í ungmennaliðinu aðeins fyrr að koma sér í gang miðað við meistaraflokkinn í gær. Þegar KA var 6 mörkum undir 15-9 gegn Fram í Samýrinni. En frábær síðari hálfleikur sá til þess að KA fór heim með 2 dýrmæt stig, 26-24 sigur. Það var alltaf algjörlega frábært og gerir það verkum að nú KA-liðið komið með sæti í úrslitakeppninni. Það var alltaf mikið að gerast ef það á ekki að verða. Og strákarnir stukku upp í 7. sætið fyrir síðustu 4 umferðirnar. En þurfum við að sjá hvort að liðið okkar, ungmennaliðið okkar, ná ekki að svara fyrir sig hér. Allavega allt annað að sjá núna heldur en fyrir hálfleiks. Já, skref, ekki nokkuð spurning með það. Og hvað var í setjum vikinu? Skarpi á Ísak með plássið, losar hann á Dag. Jæja, þeir ná að loka á síðustundu, vel gert hjá Gróttunni. Það þurft að nýta okkur þessa stöðu. 40 sekúndur eftir að þessum fyrri hálfleik. Kemur Skarpi á þetta og það er kannski aðeins svo lengi að sjá opnunum þarna. Kemur Jónsteinn aftur inn úr horninu. Ísak Óli brotið á honum. Jæja, hver tekur á skarið hérna, höndin uppi. Dagur yfir á Ísak niður á línu og þetta er vantilega víti og 2. Jæja, ekki nokkuð spurning með það. Tveggjarni brottvísun og vítakast. Dagur Árni á punktinu. Þeir láta ekki bara tíman renna fyrst út. Þarna. Og Dagur, hann skorar og skyndilega KA aðeins marki undir og það eru þá hálfleikstölunar 12-13. Og allt annað að sjá til KA-liðsins síðar hluta fyrri hálfleiksins og vonandi fáum við meira af því sama hér í seinni hálfleik, en Grótta leiðir með 1 hér í hléinu. Við tökum smá pásu og komum svo í seinni hálfleikin. Sjáumst þá.
Já, þá erum við klárir hérna í síðari hálfleikinn. KA-liðið byrjaði með boltan, búið að skora hana 3 mörk í röð. Eru manni fleiri í rétt tæpar 2 mínútur í viðbót og geta því jafna metinuna. Þá leikurinn byrjaður og sjáum hvað strákarnir gera hérna. Skarpi upp, skoti hins vegar framhjá og gestirnir koma hér staðisóknina. Þá kemur markmannsskiptingin og við fáum aukmannsóknina. Sjáum hvað gera, fín vörn, höndin uppi núna. Engin klári að skipta enn og aftur. Ja, þarna koma það í og svo hendar þetta í netinu. Já, fljótt að breyta þarna. Leit út fyrir að enginn myndi ná skiptingunni. Allt í einu endar þetta svo bara með ná skiptingunni og með marki. Og 2 marka munur 14-12. Kemur Skarpi á Dagur í gegn og skorar, já. Var alltaf að leitast eftir sendingunni í hornið þarna en fór svo bara sjálfur eðlilega en það var allt galop fyrir hann. Aftur 1 marks munur. Gróttumenn taka hann Viðar úr markinu. Viðar að byrja síðar áleikinn. Það áttir þetta mjög góðan fyriráleik. Þá er þetta komið með fullskipa lið. Og náum hann að brjóta á Þorsteini. Já, eins og það allt annað að sjá til KA-liðsins núna heldur í upphafi þessa leiks. Höndin uppi núna, slagt skot, endar hjá Bruno boltan fram, en vel gert þarna, var þetta ekki Antoine Óskar sem hann náði þessum bolta og Grótta því áfram í séns á að komast í 2 mörk hérna. Fín vörn hjá Ísaki, eins og segi Ísak Óli mjög hrifinn að við fylgjast með framförunni honum sérstaklega í vetur og samt þetta klálega fleirum í KA-liðinu. Og þetta allt í hennu opnast allt fyrir hann Kára Kvaran. Kári lappar gegn og skorar. Já, að fara að klára brotinn. Það var að bíða eftir fríkastinu. Skarpi opnar þetta hornið og þetta er vel klárað. Já, opnum hérna hornið. Og 14. marki komið. Já. Svona. Við erum að bíða eftir að KA-liðið ná að jafna og
náðum eins og ekki boltan þarna. Fínu varslæga Bruno en náðum ekki frákastinu. Fín hreyfing, opna hornið aftur en við náum að loka þessu og kemur skotið utan, fer af vörninni. Bruno, boltan í leik hérna. Skarpi á Dagur, brotið á honum. Þetta var vítið en ég held sér rétt. Það er örugglega komin að fjórða skref þegar hann slapp í gegn. Þannig að áfram bara með smjörið. 14-15 KA getur jafnað. Kemur Halli bolli inn á línuna. Skarpi hérna á Dagur Árni með plás, finnur Harald bolla, þetta er náttúrulega vítakast eða bara mark. Halli skorar af harðfylgi hérna, jafnar í 15-15 og loksins tókst það jafna metin og ég finnst mómenti vera svolítið mikið með KA-liðinu núna. Það er spurning hvað Maxím að hugsa á Gróttubekknum. Ég segi hann var sett alltaf viðar í markið þáttur að Daniel hefði átt frábæran fyrirháleik. Hann áður alltaf option að setja Daniel eftir í markið. En það er svo sem aðalega sóknarleikur Gróttu sem er farin að hyggsta all svakalega. Vörnin að KA árin mjög góð og það er Bruno fyrir aftan byrjar að klukka bolta. Þú veit að sko það er yfir. Og Grótta dottir í markaþurrð hérna. KA getur náð fórustunni, búinn að skora 2 í röð núna. Kemur að þriðja hér. Skarpi kemur á þetta og slengir í netið. Þetta gerir hann frábærlega með þurfa að mæta honum. Annars endar þetta svona. Og KA komið í 16-15. Og þetta er í fyrsta skipti í leik þar sem KA leiðir. Grótta með frumkvæði allan fyrirháleikinn. Náðu mest 5 marka fórystu. Í stöðunni 13-8 ef maður rétt. Síðan þá hafa aðeins skorað 2 mörk. Lítið að vera hjá Gróttumönnum núna. Þessi bitið úr sókninni. Ég vil að gjörsamlega farið, fá hérna fríkastið en það er örugglega mjög stutt í að höndin fari upp. Það er bara tapaði bolti og það kemur hérna Skarpi. Losar hann hérna á Ísak með risa plás, setur hann í stöngina og frákastir á Gróttu. Já. Stefán Árnason biður strákar bara að halda áfram, keyrir upp hraðan, ég sammála því. Ég sé gestirnir virkar svona smá áttavildir núna. Og við þurfum að keyra á það áður en ná áttum sínum á ný. Kemur þetta skot hérna og það endar í netinu. Vel gert hjá Atla Bernburg. Gerir þetta algjörlega sjálfur. Heggur á nútin, jafnar í 16-16. Dagur Árni losar hann á Skarpinu í hornið og þetta er fínt hornafæri en við að vera í markinu. Við hérna frá honum Erni.
Já, Erni búinn að fá 2 fín færi en ekki tekist að skora. Það er bara að halda áfram. Fín hjálpavörn en einhvern veginn hendar þess í netinu. Þetta var áhugavert mark. Fór hérna heldur betur á hávörninni og einhvern veginn lak hann í gegnum Bruno hana. Og Grótta núna komið með 2 mörk í röð og búið að ná forystinu á ný. Þetta er fljótt að gerast. Kemur Dagur á Ísak, svolítið þröngt og það sérstaklega sko röngum megin, báðir réttindir. Fínt að Skarpi fá bara fyrkastið að við stillum aftur upp. Steinþór leysir aftur út. Ísak, aðja. Kemur boltinn á línuna og þetta er lína, þetta er rétt. Halli reyndi að vera lúmskur og stökkva út og svo stökkva aftur upp en þetta var frekar augljós lína. Aftur að koma núna erfiðu kafli hjá okkur. Vantar töluvert upp á stöðuleikan hjá okkur. Hefur verið í allan vetur. Við höfum oft rosalega flotta kafla en sjaldan að sína heilan leik mjög góðan. Jæja, þeir ná að redda þessu en lítið að vera engar síður og þetta passi bóti hálf gripinn af Bruno. Kemur bóttanum fram hérna. Skarpi á Dagur Árni, á Ísak, aðja, róar þetta. Og við stillum upp. Fáum Halla Polla aftur inn á línuna. Halli ekki alveg átt sinn besta leik í dag. En heldur að sjálfsögðu áfram hérna. Dagur inn á línuna og Halli í gegn og skorar, já. Eins og segja, Halli er baráttu jaxl og hann heldur áfram hérna, jafnar í 17-17. Sjá líka þetta helst ekki besta línufærið sem maður hefur séð en Halli hefur erfitt að eiga við hann og hann er að koma sér í gegn. Stefnir í spennandi lokakafla hérna. Þetta skot á gólfinu alveg út í stöng. Virkilega vel skotið og Bruno sér þetta seint. Nú kemur Elvar nokkur Halldórsson aftur inn á. Líklega skiptir hann hérna við Dag eftir smá eða bara núna. Kemur sér fyrir í vinstri skiptunni. Elli stöðvar hérna. Elli alltaf þetta bara sem alveg skitta. Skýtur alltaf á markið þegar möguleika því. Og hérna er bara laus bolti og vel gert hjá Patriki Pétursinni að ná honum við það að stilla boltanum hann að strákarnir. Gekk ekki. Vel spilað hjá Gróttunni og þetta endar í netinu. Gott mark hérna hjá Atla Bergburg.
dró þarna heldur betur þristana til sín og allt gal opnaðist 17-19 flott svar hjá gestur núna eftir að KA-liðið var búið að taka heila algjörlega völdin á vellinum. Það vil stundu verða svona þegar lið búin að hafa fyrir því að breyta leiknum og ná að jafna metin. Þá dettur þetta oft aftur niður í kjölfarið. Í staðan halda bara áfram og ganga frá leiknum. Og hérna varið frá Steinþór í horninu. Steinþór náttúrulega rétthentur í hægra horninu. Engar síður vel varið hjá Viðar í rammanum. Korter eftir og Grótta 2 mörkum yfir. Lausbolti en hendarnir dæmaði fríkastið. Rosa lítið að vera en höndin bara kemur ekki upp. Ég finnst að skríti hvað höndin lengi að koma upp hérna í seinni hálfleik. Þarna loksins kemur hún. Skot beint á Bruno, hann grípur hennar bolta. Kemur hann fram hérna og Ísak. Þetta er tilbaka á Dag en kemur lítið út úr þessu og við fáum þá Elvar inn í skiptuna og Harald bolla á línuna. Markaþurr enn og aftur á KA-liðinu. Kemur leysingi frá Erni. Dagur með ákvæmtispláss hérna. Stöðvaður. Ísak með fína hreyfingu en varið frá honum og hvað er þetta fótur á Ísak í kjölfarið. Já. Gengur lítið upp hjá KA-liðinu núna. Það er svona endur nóg eftir að þessu en við þurfum helst að svara fyrir þetta sem allra fyrst. 5 mínúta markaþurr KA. Vindur þetta Gróttarinn í markaþurr líka en það fyrir vindur. Gott skot sem að Bruno ver. Frákastið er hjá Hilmari. KA-liðið keyrir hérna upp. Ísak á Dag. Dagur Árni læra að losa boltan á Skarpa. Skarpi upp og þessi stein liggur virkilega vel skotið að Skarpa. Samtíð vel gert hjá Degi að losa boltan hérna. Var komin í kontaktið. En læra að halda boltan á floti og upp úr því skorar Skarpi. Einsmarksmunur hérna og þurfum við að halda áfram að standa vörnina. Bruno búinn að taka mikilvæga bolta líka. Jæja, kemur skot hátt yfir. Ernir nær sem bolta, fyrir í gegn og fær víti og tveggja mynda brotti sem þarna áttu nú bara að hafa vita því að láta Erni fara en tveggja mynda brotti sem á Inga Þór Ólafsson og á punktinn kemur Dagur Árni Heimisson. Skoraði úr öðru vítasinna í fyrri hálfleik og gerir hann hér gegn Viðari.
Dagur skorar og jafnar metin í 19-19. Og Grótta manni færri núna taka aukamann í sóknina. En eins og ég ætla búin að segja Grótta búin að vera í smá handræði með skiptingarna þegar þeir eru með aukamann í sókninni. Sluppu með það síðast en það hefur svo sem kostað á allavega 2 mörk ef ekki meira í leiknum. Þetta skot við Bruno og boltinn á allan völlinn en Bruno hittir ekki markið. Býtti sér full mikið þarna. Það var svo sem við það kom sér í stöðu, hann hefur líklega ekki að verja þetta ef að þessi bolti hefur verið að markið. En hvað er það? Áfram með smjöri, Grótta með boltan, 10 mínútur eftir að þessu. Jafnt 19-19. Já, fín vörn. Saknar að stöðva þarna af Ólaf. Töluvert sveiflur hérna í þessu leik, liðin að skiptast á að koma með áhlaup og hérna opnaði línuna og enn og aftur eru að klikka skiptingin manni fleiri og KA-liðið refsar strax. Þetta er náttúrulega bara ekki í lagi. Þá er brottvísunin búinn. Staðan er 20-20. Bæði lið fullskipuð. Fín vörn hjá Hilmari hérna. Hilmar líka búinn að vera að fá tækifæri í meistaralottnum með undanförnu. Og þeim hörku þristur hérna. Og dæmt lína hér, boltinn fram á Erni, erfiðu bolti og þessi endar út af. Þetta er dýrt hérna, 8 mínútur rétt rúmar eftir, áfram jafnt 20-20. Skarpi, já, fín stöðun hjá honum, stoppar þarna hann Þorstein sem að byrja leikina miklu krafti, minna síðan núna þegar liðið yfir á leikinn. Kemur sérna á miðjuna og Skarpi, heppir hann að kom fín hjálpavörn. Höndin upp og opnaður hornið og þetta er virkilega vel klárað. Gott mark þarna hjá Kára Kvaran. Kemur Gróttu einu marki yfir. Og gott skot á Degi. Dagur hérna með hörku skot. Jafnar í 21-21. Sjáum hvað gerist hér á lokakaflanum. Bæði lið eiga nú leikliðin sín eftir. Og þetta er rauðningur, ekki nokkuð spurning, vel gert hérna hjá Erni.
boltinn fram frá Bruno, ekki góður bolti og aftur vinnur boltan, Skarpi róar þetta. Já, Bruno fær aðeins að heyra þjálfurunum, kannski skiljanlega komnir hérna nokkri tapaði boltar á stundum tíma. Æja, en kemur flottur boltinn á línuna, Haraldur Bolli skorar, geggjaður boltur á Degi Árna Heimi sinni og KA komið yfir 22-21, 5 mínútur eftir á þessum leik. Nú þarf við að klára þetta. Já. Kemur hérna. Það áfram lítið að vera, vörnin og KA-liðinu virkilega góð, opnar horni, þetta ekki mikil opnun og KA-liðið vinnur svo boltan. Ísak kemur hérna hratt á þetta Dagur, þannig skrifa hann, já, þetta var klaufalegt, var ekki alveg hvað hann ætlaði að gera og fyrir vikið tók hann ómörg skrif þarna, þetta bara rétt og aftur geta gestir þá jafna metin. Já, nei, hann nýtir sér ekki hérna á opnununa, hann Ari lít að vera vörnin á KA-liðinu virkilega góð, áfram höndin ekki að koma á loft, kemur þetta skot frá Ara, það framhjá og Bruno róar. Já, það gott að menn rólir í tíðinni hérna. Steppi Bruno og brosa bara til hvers annars annað. Og mark núna væri gulls í gildi. 3 mínútur rétt rúmar eftir að þessu. Dagur Árni tilbaka á Skarpa, eins og verið einhver ógn í þessu. Frá með smjöri bara, höldum boltanum, Ísak, bakkar hérna. Og sjáu þið Dag þarna, fær fríkastið. Frábær hreyfing á Degi og við haldið að það var annarkot skref eða bara vítakast en það einhvers svona Salamónsdómur þetta með fríkastið, höndin uppi. Og fáum fríkastið, nú komin mikill hiti í þetta. Skarpi upp og þessi endar í netinu. Skarpiðinn Ívar Einarsson skora 23. mark KA, þetta gerir hann frábærlega, höndin uppi, urðum að skjóta og Skarpi hvergi banginn, bombar þessu á markið. Kemur KA 2 mörkum yfir, rétt rúma 2 mínútur eftir, þá tekur Maxim leikli fyrir Gróttuna en þetta að verða ansi erfitt fyrir gestina. Gaman að þessu Heimir Örn ræðir þetta við dómarana. Heimir náttúrulega einn af allra bestu dómurum landsins. Spilaði, já, þó nokkuð í fyrrháleik hérna hjá okkur. Náttúrulega í vörninni. En þá leikliðinu lokið, 2 marka munur. KA í vel. Sjáum hvað
gestirnir geta gert til að svara. Þeir hafa verið yfir nær allan leikinn, en aftur eru þeir að eiga erfiðan kafla. KA komið 3 mörk í röð, Grótta ekki búið að skora hérna í 5 mínútur. Jæja, lausbolti og KA-lið nær þessu, en Jónsteinn stígur út af, þannig að Grótta sleppir með skrekkinn. Þetta er ennþá séns fyrir þá. Þá þurfa að fá mark núna. Kemur þetta sko, Bruno Ver, þetta nær svo bolta með kjölfarið. Núna er þetta líta ansi vel út fyrir KA. Búið að vera ansi strembinn leikur, en gleymum því ekki að handboltaleikur er 60 mínútur og allt útlit fyrir það hafa verið KA sem að leiði þegar þær eru liðnar. Dagur á Ísak, það verður einhver ógnun í þessu. Dagur með skotið og Hafsteinn liggur. Já, hann var ekki hræddur við að láta vaða þarna og bombar þessi netið af þó nokkru fjarlægð hérna, og það er nokkuð ljóst að KA er að sækja 2 stig hér í KA-milunni gegn ungmennilegu Gróttu. Það er bara að spila hversu stór sigurinn verður. Opna hornið hérna og þann lína. Boltinn fram hérna og Jónsteinn nær honum og skorar. Já, skyndilega 4 marka munur. KA-liðið með 5 mörk í röð. Og þetta er magnað að sjá. Lausbolti. Ernir boltan fram á Jónsteinn í gegn og skorar, og þetta telur. 26-21 er þá lokatölur, 6 mörk í röð hjá KA á lokakaflanum, og KA vinnur á endanum sannfærandi sigur, svo til kalla. Eftir að Gróttan var yfir gjörsamlega allan leikinn, en strákarnir sækja hérna 2 dýrmæt stig í toppbaráttunni í annarri deildinni, en þetta var magnað. Og annars bara þökkum við kærlega fyrir áhorfið í dag. Magnað að sjá strákarna klára þetta. Annars er nóg framöndan að KA TV næstu daga, og endilega haldið áfram að fylgjast með starfinu, en innilega til hamingju með 2 stig strákar hérna í KA 26, Grótta 21.